Já, Elínur, til hamingju með frábæran árangur síðustu helgi, fyrsta maraþonhlaupið og glæsilegt Íslandsmet. Já, takk fyrir það. Hvernig geturðu lýst aðeins hlaupinu fyrir okkur? Af því að þú ferð þarna í fyrsta maraþon og með mikla væntingar og frábær markmið. Lýstu þess aðeins fyrir okkur? Já, þetta var náttúrulega fyrsta maraþoni og ég svona bara mjög spenntur að keppa þetta. Ég hafði ekki keppt í 6 mánuði, þannig að það lengsta sem ég nokkuð sem farið á þess að keppa bara síðan ég byrjaði að hlaupa. Þannig að ég var bara mjög spenntur fyrir að keppa og sjá afrakstur erfiðisvinnuna sem ég hafði lagt inn bara 4 mánuði fyrir hlaupið. Og já, svona tók eftir því í uppbytuninni að aðstæður verið kannski ekki æðislegar vegna þess að það voru svona borðar meðfram brautinni og þeir voru alveg á fullu, þannig að maður svona sjá að ok, það smá vindur en hvað það, maður verður bara að gera sitt besta á deginum og það ekkert plan B, þannig að ég já, bara byrjaði hlaupið og kom mér svolítið á óvart sko, hvað erfitt að finna sens fyrir paceinu í maraþoni strax, en ég var rosa heppinn að hafa Hera sem strákur sem ég bjó með í 3 ár í Bandaríkjunum og æfði með í háskóla, þannig að það var svolítið heppilegt að hafa hann fyrir fram út að mann leið svolítið bara eins og maður var komin aftur bara í háskóla og æfingar, þannig að það var rosa svona, já, rosa fínt að hafa hann til þess að Hera fyrir mig, en já, við fórum svo fyrsta kílómetri bara 3:06 sem bara akkurat á pace og já, ég leið rosa vel og mér fannst þetta bara rosa hægt eins og þetta náttúrulega í maraþoni, þetta náttúrulega frekar hægt, maður bara að halda þessu svo langa tíma, en já, svo var ég bara að reyna að halda mér rólegum og hugsa formið allan tíman og passa upp á að taka alla drykkina sem ég gat. Og kannski svona einu mistök sem ég gerði var 20. kílómetri, þá var ég var bara með svona Morten drykk, bara öllum 5 kílómetra stöðum og ég var með aðalega sem að rétti mér alltaf drykkina á hvernig 5 kílómetra intervalli og en 20. kílómetri var ég búinn að breyta, ég hafði gel, svona koffíngel og vatn í staðinn fyrir Mortenni. Þetta var eina skipti sem ég hafði það og ég náði ekki að opna gelið, þannig að ég gafst upp bara og drakk bara smá vatn og kastaði bara flöskunni, þannig að ég held að það hefði kannski svona, það var svolítið dýrkeypt vegna þess að ég tók engin golfvetni frá 15 til 25 kílómetra. Þannig að, já, en svo þegar Hérin datt út eftir 27,5 kílómetra, þá tók ég forystuna. Þegar ég var bara í öðru sæti á þeim tíma og vildi ekki láta pacei detta niður, þannig ég ákvað bara að keyra á það og svo kom hjálp eftir 30 og mér leið ennþá vel, bara rosa vel og svona eftir 32,5 þá svona vissi ég alveg, ok, nú byrjar þetta, síðustu 10 kílómetrarnir, þetta skiptir langmestu málinu, við vorum ennþá á pace, þannig mér leiði það svo vel að ég var alveg viss ég myndi ná lágmarkinu, þetta var bara svo auðvelt og mér leiði svo vel og þetta var frábært og það bara var gaman og já, svo eftir svona, já, kringum 35 kílómetra þá við vorum 3 saman í hóp, ég, einn frá Hollandi og einn frá Belgíu og já, hann sem er frá Belgíu, hann gaf í og einhvern veginn náði ekki að fylgja honum og það var bara svona, hvað í gangi, af hverju ég ekki að svara og svo já, var maður svolítið einn að berjast við vindinn svona frá 35 til 42 og já, bara líka mér var ekki alveg að svara sem ég var út af því að þetta var rosa skrítin tilfinning, maður var svona andlega bara, ok, þetta er ekkert mál, en líka mér var bara ekki það var greinilegt að glíkógenbyrðarnir voru bara búnar eða verða búnar og maður gat ekki haldið sama peysi lengur, þannig að ég hægði á síðustu 7 kílómetrar bara 2 mínútur og kláraði þá 2:13:30 í staðinn fyrir 2:11:30 eins og planið var. Þetta með, þannig að þetta er svona í lokin þú bara, svolítið sést að þú ert með hausinn í lagi, þið leið vel andlega, en bara, þú fékkst líkaminn ekki til þess að svara kikki eða bara það bara, já, líkaminn í rauninni bara bakkar með þetta. Já, þetta rosa skrítin tilfinning. Ég veit náttúrulega að þetta kallast bara að lenda á veggnum, klára glíkógenbyrðirnar og þú getur ekki haldið sama hraða vegna þess að þú ert bara ekki með eldsneyti til þess að gera það, þú brennir meiri fitu heldur en kolvetnum. Þannig að
skil alveg hvað gerðist, en þetta var bara svolítið svona, já, það var svolítið leiðilegt. Já, já, en það svo sem kannski, ég meina þetta náttúrulega lærdómsríkt fyrir því að fara í gegnum þennan feril, ég meina þetta fyrsta maraþoni, þannig að auðvitað ertu að fara þarna á staði sem að þú hefur kannski ekki verið áður á. En hvað með sko, þú tókst að tala næringunni mitt, varstu búinn að pæla mikið í sko undirbúningnum, það að segja næringarlega fyrir hlaupið og síðan náttúrulega varstu búinn að stilla upp einhverju plan í hlaupinu. Hversu mikla rullu sko spilaði það allt saman? Heldur að þú geti gert betur jafnvel þar eða? Já, ég held að það var einmitt vandamálið. Ég hefði getað undirbúið mig betur. Það var svolítið erfitt vegna þess að þjálfarinn minn var í Sviss og vegna ástandsins þá var maður rosa mikið æfa einn, þannig að það var eiginlega bara einu sinni sem ég hafði eitthvað til þess að rétta með drykki, ég var að taka æfingu og já, ákvað bara svona að reyna að taka inn 100 millilítra af, ég var með styrk frá Morten sem er bara, já, það sem að margir topplauparar eru að nota í dag í maraþoni og já, ég held að það hefði verið svolítið svona, ég ætlaði að reyna að taka svona 4 sopa í hverju einustu 5 km intervalli. En eftir fyrstu stoppistöðina, þá tók ég 4 sopa og ég fann það í maganum að mér fannst þetta svolítið mikið. Ég var orðinn svona saddur að þessu. Þannig ég köttaði það niður í 3 sopa og svo svona eftir 25 þá var þetta komin bara í 2 sopa og þetta var erfiðara að drekka eftir að leiða á hlaupi. Ég held að klárlega að ég get bætt þann aspekt af hlaupinu að taka inn meira af kolvetnum og ég held að það hefði hjálpað gríðarlega með að lenda ekki á veggnum. Já, nú var náttúrulega þessu hlaupi, ekki þessu hlaupi, en hlaupinu svo ætlar að taka þátt í, seinkum viku. Yes. Var það telur að það hafi spilað einhverju rullu líka? Já, náttúrulega maður verður að teipera, eða það kallast teipera, að bara minnka æfingaálagið, minnka magn í sko 1 viku í viðbóta, og þá getur maður svona mist aðeins ferskleikann. En ég held að það sé mest andlegt, maður verður svolítið bara, ef eitthvað svona gerist, það verður bara að vera andlega komin næstu helgi, því annars þá ertu bara ekki andlega stattur þegar hlaupið byrjar. En já, aftur á móti þá held ég að við hæðum allir á okkur í síðustu 5 km á hlaupinu, þannig að ég held að það var alltaf aðstæður urðu verri eftir að leiða á hlaupið, þannig að ég veit ekki hvort það breytti ykkur. Nei. En svona undirbúningur fyrir sko hlaupið sjálft, svona þjálfunarlega, getur þú lýst aðeins undirbúningnum, sko, þú hefur verið fyrst og fremst að hlaupa þessi brautarhlaup, allt í einu ferð í undirbúning fyrir maraþonhlaup. Hvað varstu að hlaupa á viku áður og hvernig voru æfingarnar áður og hvernig breyttist það þegar þú byrjaðir í maraþonundirbúning? Já, ég vissi að ég þurfti að vera aðeins meira, hlaupa aðeins meira magn fyrir maraþoni, taka lengri langatúra, vissi að það væri svona aðalmismununin, en já, ég hljóp lengri tempólaupa aðeins en ég hef gert en æfingarnar voru rosa, þjálfarinn minn hélt rosa aftur að mér, það vildi ekki að ég myndi gera mikið, hann er með rosa svona langtíma svona sín á maraþonferil og það vildi eiginlega bara að ég myndi ná fyrsta hlaupinu mínu og ég spurði hann hvort hann hefði haldið ég ætti séns að hlaupa 2:30, hann sagðist ekki vita vegna þess að maður veit aldrei hvað gerist eftir 30, þannig að ég bara hljóp svona fyrir hálfmaraþonið í Pólandi, þá hljóp ég svona 150 mest kilometra. En fyrir þetta hlaup þá var ég að hlaupa rosa svona mikið, bara konsistant 150, kannski 1 dag hvíld á viku. Og svo ein vika hljóp ég 173 sem var þá hæsta vika mín fyrir maraþoni. Og lengstu túrarnir voru, ég hljóp 1036 kilometra fyrir hlaupi. Það var svona 2 klukkutímar 15 mínútur, max 2:20, ekki lengur það. Hversu löngu fyrir hlaupi var það? Þessi lengstu? Já, lengst á hraðasta, þá hljóp ég 36 á svona 3:45, bara rosa easy, bara var að taka ég var að æfa það að taka inn kolvetni mitt því ég var að hlaupa og já, það var svona 3 eða 4 vikum fyrir hlaupið, 3, alveg örugglega. Ein æfing eða eitthvað svona sem að þú sérstaklega sko notu til þess að byggja upp maraþonin
undirbúningin, einhver fókus, ég meina, voru það tempóhlaupin eða hvað var það svona sem var, já, helsta, það skilaði sig kannski mest í svona maraþonundirbúning? Já, sko náttúrulega í maraþoni þá verður að geta hlaupið hratt þegar þú ert orðinn þreyttur. Og ég vildi kannski, ég hef kannski aðeins gert aðeins meira af því í undirbúningnum, kannski svona aðeins erfiðar æfingar, en já, ég tók frekar bara, ég tók ekkert brjálægilegt, sko, bara frekar svona, já, ekkert rosa erfitt. Ég tók lengsta tempóhlaupið mitt var 40 mínútur á 3:06 peysi, eða 2:11 peysi, 40 mínútur á 30, já, og ég var alveg einn í tók það, þannig að þetta var, eins og ég segja, peysið var ekki málið, það var bara að halda eins lengi ég gat. Ég vona að næst þá get ég svona aðeins, tekið aðeins erfiðar æfingar og verið aðeins betri undirbúning fyrir seinni helming hlaupsins. Því að fyrsta hálfmaraþoni er bara piece of cake. Ok, þannig að lærdómurinn úr þessu hlaupi, hann mun klárlega skila þér betri árangri heldur en núna í næsta hlaupi, ekki sagt, hvað er svona helsti lærdómur? Já, helsti lærdómurinn er klárlega að ekki feila á að taka inn kolvetnin. Það er alveg stærsti parturinn held ég, sko. En annað þá bara, já, ég held ég að ekki vanmeta hversu langt það er eftir hlaupinu þegar þú kemur að 35 km. Mér fannst ég bara að verða búinn eftir svona 27,5 og ég bara svona, ok, þetta er ekkert mál. En já, ég svona held að lærdómsleikurinn er að bara ekki vanmeta hvað er langt eftir 36. Já. Nú ertu með þjálfara sem er að þjálfa þig og hann er þá væntanlega þjálfa þig bæði í brautarhlaupunum og í þessu maraþonundirbúningi. Hversu stóra rullu spilar það að vera með þjálfara? Ég meina, veist ekki meira og minna allt þjálfun og hlaup? Hversu mér, já, og er þessi þjálfari með sko maraþon reynslu til að þjálfa maraþonhlaupara? Ok. Já, ég held að það sé mikilvægt að hafa þjálfara til þess að hafa einhvern sem heldur aftur að þér. Þegar þú ert sjálfur að þjálfa þig, áttu svolítið hættu að gera of mikið. Og líka sko, ef þú heldur þú veist allt, þá myndi aldrei læra neitt nýtt, skilur. Þannig að það er rosa mikilvægt að hafa einhvern sem svona leiðbeinir. Þessi maður, Bram Wassenaar, hann er 75 eða eitthvað svoleiðis, 77. Þannig að hann er mjög mikla reynsla. Hann fór á Ólympíuleikana 1972 í 1500 metrum. Og hann þjálfaði hollenska metan í maraþoni og hann átti líka meti í 10.000 og 5.000. Hann hljóp 2:08 á þeim tíma. Og hann er með 2 íþróttamenn núna sem eru með lágmark á leikana í maraþoni. Þannig að hann var landsliðsþjálfari Hollands bara í mjög langan tíma. En hann er bara komin eftir leið núna og er bara að gera þetta sem svona smá áhugamál. En já, ég er rosa ánægður með hann. Hann heldur svona rosalega aftur af mér, þannig að það stundum fyrir svona maraþonundirbúning með 150 km svona, sem er svona, það sem ég tók rosa stöðugt. Það eru margir sem laupa 200 km í viku og það eru þeir aðeins betri undirbúningir en ég tek bara svona aðeins lengri sýn á þetta held ég. Já, þannig að hvernig komstu í samband við hennar þjálfara? Hvað var til þess að þú valdir hann? Já, eftir ég flutti út til Hollands 2018, þá byrjaði ég að æfa með fyrrverandi þjálfara Anitu og var að æfa þarna í hollenska ólympíska svæðinu þarna Papendal í Hollandi. En já, það var bara ekki alveg að virka, hann var ekki alveg með þjálfarinu sem að hentaði mér og kannski svona, já, það var aðeins svo mikið fyrir mig. Og já, ég fór svo að þjálfa mig sjálfur hann í fyrra, 2020. Og já, það var ekki fyrir svona sumarið 2020 sem ég hafði samband við hann og ég þekki rosa mikið af hlaupurum í Hollandi og hann var að þjálfa þessa stráka sem ég þekki og þeir voru allir rosa consistent. Það var alltaf, stóðu svo alltaf vel. Það var aldrei eitt hlaup rosa gott og eitt hlaup rosa lélegt. En ég vissi svona, ok, þessi gæi er að gera eitthvað sem virkar rosa vel og ég geti lært rosa mikið á honum. En ég hafði bara samband og hann hafði rosa mikið áhuga að þjálfa mig, þannig að ég fór bara til Leiden sem ég bý núna og byrja að æfa með honum. Já, heyrðu, þetta er áhugavert
og þið eru þá, þú segir að hann sé svolítið að horfa til framtíðar, hann sé svona með langtíma sýn á þetta og þú væntanlega þá líka. Hvað svona, hvar heldurðu að hvert heldurðu að þú náir? Svona, ég meina, ertu komin með í huganum eitthvað takmark sem að þið langar til þess að ná? Þetta? Já, sko, ég held að það sem hann hefur kennt mér að ef þú ert að hlaupa núna kannski fyrsta maraþónin 200 km viku, hvert ætlarðu svo með æfingarnar seinna meir? Þú getur eiginlega ekkert er eiginlega framvinda eftir það. Þannig að ef þú hleypir fyrsta maraþónið og hleypir 190 km viku, þá hefur alltaf eitthvað til þess að bæta í. Þannig að ég rosa ánægð með það approach og ég held að ég sé með líkamlega getu til þess að hlaupa undir 2:10. Ég veit að það kannski svolítið stórt statement, ég ekki mikið fyrir yfirlýsingar, en með hversu auðveldlega ég gat rúlla fyrsta hálfmaraþoni á undir 2:11 peysi, að ég veit að ef ég bæ aðeins meira reynslu og aðeins meiri grunn baka mig, þá held ég að ég get hlaupið undir 2:10. Já, það eru frábært að heyra það. Þú sér það væntanlega fyrir þér að vera áfram úti og búa úti. Já, ég held að það rosalega erfitt held ég að vera elítur hlaupari og búa á Íslandi. Ég held að það sé rosalega erfitt. Bara vegna veðurástands og svo líka bara, þú ert eiginlega bara jafn góður og fólki í kringu. Þannig að ég svolítið að meta mig saman við hlauparana í Hollandi. Já. Og það eru bara keppinautarnir mínir, en mér finnst svolítið eins og ég sé hollenskur og þá svolítið svona annað viðmið. Þannig að ég ekkert að pæla í Íslandsmetum, þannig sé, ég bara reyna að pæla í að ná lágmark á stórmót og þannig hluti. Ertu í fullri vinnu þarna úti í Hollandi? Ég var að vinna 40 tíma viku í desember og smá í janúar, en svo þurfti ég náttúrulega, þú getur ekki unnið 40 klukkutíma viku og vera að hlaupa 160-190 km viku. Það bara gengur ekki. Það verður bara mikið álag á líkamann og þá bara ferillinn búinn. Þannig að auðvitað það maður að fórna rosa mikið fyrir þetta og það náttúrulega erfitt, maður tekur svolítið á sig svona smá tap fjárhagslega séð. En ég var að vinna svona í febrúar, janúar, 24 tíma viku, mikið, kannski 30 svona eina vikuna, þegar var minni ágjöf. En síðasta mánuðin var þetta bara svona 16 tímar viku, ekki meira út af því að ég þurfti náttúrulega bara að leggja eins mikla áherslu í gata og ná endurheimta æfingunum. Við hvað starfarðu og hvar vinnurðu? Já, ég starfa við að gera PCR-próf bara fyrir kórónuveiruna í Hollandi, vinn hjá GGD í Hollandi sem bara ekki alveg hvað svona sambarlegt á Íslandi en já, þeir svona bara höndla sjúkra hvað segir maður? Á tilraunastofur og svoleiðis. Hvaða menntun ertu með? Ég er meistaragráðu í líffræði. Já, þannig að þú tengist alveg inn í þann geira. Já. Ok. Heppilega virkaði það. Já. Ertu með einhverja, eins og segir, nú náttúrulega tekur á þau svolítið fjárhagslega. Ertu með styrkið eitthvað frá einhverjum fyrirtækjum á Íslandi eða annars staðar? Já, ég fengi árlega styrki hjá Ísfélaginu og Vinnslustöðinni í Vestmannaeyjum. Já. En ekki nóg. Þetta aldrei að fara að bæta upp í það sem ég að taka á mig persónulega. En ertu á einhverjum afrekslista, færðu eitthvað frá ISI eða? Ekki frá ISI, bara frá FRI aðeins, en það ekki mjög mikið. Nei, akkurat. Þetta getur verið svolítið ströggl og maður þarf náttúrulega að ákveða hvort maður vill gera þetta. Því að maður náttúrulega mun missa svona tekjurnar, ævitekjur svolítið niður. Já. En eigum við þá ekki bara hér og nú að auglýsa eftir styrktaraðilum? Ef einhver hlustar og vill koma og styrkja þig og gera eitthvað með þér, ekki bara fínt ekki að höra bara auglýsa eftir því hér og nú? Já, maður vissi að þetta ekki lítið út eins og maður sé svona eins og maður sé að betla pening frá öðru fólki. Þetta er náttúrulega... Nei, það ekki þannig, ég að stinga upp á þessu, þannig að... Já, það var allt í læk kannski, en maður eiginlega bara að vera þakklátur við það sem maður hefur og allt annað bara bónus. Já, segðu okkur aðeins ok, nú þessu verkefni lokið,
Já. Þú ert farin að setja fókusinn á eitthvað núna, eitthvað annað sem í framtíðinni. Segðu okkur aðeins frá bara svona nánustu framtíð sko og síðan kannski örlítið lengra. Já, ég einmitt svolítið svona aðeins að pæla í þessu sjálfur. Ég held að ég ætla aftur í skóla núna, sennilega í haust. En ég ætla allavega núna að taka brauðatímabil utanhús og með stærsta markmið Evrópubikar í 10.000 í Birmingham, það 5. júní. Og já, mér langar svolítið að hlaupa hratt í 10.000, það væri rosa gaman að ná góðu persónulegri bætingu þar. En já, svo erum við líka að tala að hlaupa Valencia í desember, marathon þá aftur. Og já, sjá hvernig það verður. Já, kannski við nota þá þennan lærdóm af þessu hlaupi til þess að hugsanlega gera betur eða allavega jafna þetta. Það er fróðlegt að sjá. Já, klárlega. Nú eru Ólympíuleikarnir, þeir eru hvað, ekki 3 ár í næstu Ólympíuleika? Jú, það var líka svolítið leiðilegt, það var svolítið leiðilegt að sjá, ef þú horfir á öll lágmörk fyrir Ólympíuleikana bara frá því ég fæddist, þá eru þau alltaf í kringum 2:20 til 2:18, aldrei hraðar, svo allt í núna kemur rosa stökk, þar sem þetta er 2:11:30. Já. Og já, þetta var náttúrulega krefjandi lágmark og ég náttúrulega gerði allt sem ég gat bara til þess að reyna að ná því. En já, maður skilur náttúrulega að þeir reyna að láta Ólympíuleikana vera svolítið meira svona exclusive, bara svona fyrir fólk sem á heima þar. Þeir reyna svolítið svona að svona útrýma íþróttamönnum sem eru ekki þarna til þess að gera eitthvað. Þannig að ég skil það vel, en já, það er svolítið leiðilegt að ef ég hlaupið þennan tíma fyrir 5 árum, þá væri maður Ólympíufari. Já, en ok, ég meina 3 ár næstu Ólympíuleikar, ég meina er ekki bara markmiðið að komast inn á næstu Ólympíuleika þá? Já, það er eitthvað, ég ætla að vera 30 ára á næstu Ólympíuleikum, þannig að það er fínn aldur, en þetta er bara svolítið spurning hvernig gengur að fjármagna þetta og svona, þetta er náttúrulega svo mikil fórn að ég veit ekki alveg hvort að ég get haldið áfram svo lengi, en ef það gengur vel og áhuginn er til staðar og þetta er svona í kortunum, þá auðvitað reyni ég, klárlega. Já. Núna ertu bara heima í fríi, komin til Vestmannaeyja og ert í sóttkví, ekki satt? Já, jú, það er rétt, síðasti dagur. Síðasti dagur í sóttkví og þú ert búin að bara hvíla þig og svona jafna þig. Yes. Hvað verður lengi í Eyjum, sem staðið á Íslandi? Ég fer til Reykjavíkur á morgun til þess að, já, ég þarf að, svona nokkur hluti sem ég þarf að klára þar, en já, ég verð á Íslandi til 7. apríl, svo fer ég aftur út, þá ætla bara að vinna aftur. Já. Kæri Hlynur, bara takk fyrir þetta viðtal, gaman að heyra svona hvernig aðdragandinn og hlaupið sjálft var og svona hvernig þú sér þessa hluti fyrir þér. Takk hérlega. Ég segi bara gangið vel í sumar að komast inn á Evrópubikarinn og síðan í Valencia og ég meina við fylgjumst bara með þér og fáum að heyra svolítið frá því kannski aftur. Já, endilega. Heyrðu, bara takk hérlega fyrir þetta. Já, takk.